Það í dag sem við kveðjum Ölsen, þennan friðsæla bæ í vestur Þýskalandi, nánast vestast í Þýskalandi. Já, loka þátturinn okkar af ferðalaginu til Ölsen kom á alla samfélagsmiðla í gær og þar fórum við yfir mörg mikilvæg mál, ég og Mikael Kistner, meðal annars hverju myndi vinna í slag, tígristýr eða ísbjörn. Það var svo geðvitt, hann var confident á hérna, tígristýrinu, en svo var hann ekki alveg viss hérna, með ísbjörnin og það sem endaði þó á ísbjörninum. Já, 50-50. Já. Algjör 50-50 bardagi og voru gaman að geta sett hann bardag upp. Það Þú ert að spyrja hans samt, sko, af því ég held að hann ætti róði í allir sér dýr. Ég veit allt það. Hérna, Dóttur fútból, reyndar áhuga á svona bardagum, áhuga 0. Það líka Túborg 0,0% núna, Túborg Classics á klassíski og Túborg þetta aðalmennir á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Eitthvað sem segir mér Arnar Sveinn Geirsson verði mættur í brekkuna góðu. Það aldrei að vita. Nei, þetta bara, ég held ég búin að fara 12 sinnum. Já. Og mér finnst ekkert, þú veist, það kemi ekkert óvart ef að 13. skiptið kemi núna. Ertu þá að vinna með svona fara bara á sunnudeginum, svona kíkja svona stutt við þannig? Nei, fyrst var ég alveg harður, þú veist, bara 5 mán. En allavega fösmán. En svona í seinni tíð þá er maður búin að vera að fara svolítið. Ég þar og það munir margir örugglega segja að þetta sé algjörst rugl en sunnudagurinn vestdagurinn. Föstudagur, sunnudagur er bestur. Það er besta prógramið. Fara heim og bara sigla heim eða fljúga heim á sunnudeginum. Það er engin traffík, það er allir á leiðinni í dalinn. Langt besta prógramið. Já, það er þjóðhátíðbrestur á Túborg allt í öllu. Það er sko, Jói er aðeins að rýbranda þig. Hún að setja í tracksuits sem að menn sjá. Það er hérna official merchandise fyrir hafaði með bucket hat hérna meðan við erum með Dóttur fútból hattin. Bara látum við það. Já, bucket hattur á Jóa Má Æsver, sérum all hönnun á öllu sem að hefur að gera með þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2024. Mazza Tax og Dominos eftir ótrúlegt samstarf þar. Það gekk vel á Dominos í gær, ég held að sé ótt að segja það og Ási vildi þakka þjóðinni og hann sagði þessi þjóð, hún stendur með okkur. Já, það var bara röð á öllum stöðum. Já, hann bara sagðist hafa fundið fyrir ákalli þjóðarinnar í gær, skemmtilegt og Mazza Tax með þeim í liði. Nú, Fitnessport sér testan, Fitnessport sér prótein og allan þennan pakka, margir sem ætla að fara að rífa sig í gang núna þegar EM er búið, búin að sitja og hakka í sig, kannski óvöllustu. Já. Þá fara með beint til Svavas í Fitnessport og klára það. Tjekkland Bifreiðarskoðun, 50% afsláttur og Dóttur fútból sendi tjekk og mín uppáhaldsstöð er að sjálfsögðu í Hátúnu. Drengir, það er einsir hljóðdagar í Tölvutek ei mig veg. Nú, í Tölvuteki þá eru verið að selja svona pods yfir eyrun, það er allt til þegar kemur að hljóði og svona pillur eins og við segjum, svona, þið vitið. Pillur? Æ, pillur, þið vitið, hvað heitir, ég kalla þetta pillur, hvað heitir þetta? Já, bara svona ferðháttalarar. Já. Við krakkarnir kallum þetta pillur. Já. Þetta er allt saman á tilboði í Tölvutek. Strákar, í hvaða bæ er knattspyrnuliðið Midtjylland? Dönsku meistararnir að sjálfsögðu, í hvaða bæ er þeir? Ég er lélegur í Danmörku, ég vil segja Álaborg, veit það ekki. Nei. Þeir eru í Óðensi. Nei. Óðensi heldur að óbísi ekki í Óðensi? Jú, en hvað getur ekki verið fleiri en eitt lið í? Ekki í Óðensi. Nei. Í hvað bæ er þetta? Jótlandi. Nógu mikið af liðum eru við með hérna á einu frímerki. Já, reyndar hárrétt hjá þér. En bærin heitir svo mikið sem Herning. Við höfum getað verið hérna í allan dag við áður höfum droppað niður á Herning. Sko, málega er það er einhver mjög furðulegi hlutur að gerast í Midtjylland, þar sem að Sverrir Ingi skrifaði undir monster 5 ára díl, bara monster díl á dönskum mælikvarða og 5 ár, bara meistari og einhvern veginn, maður hérna lífið líki við hann. Hann er ekkert í hóp og eitthvað svona núna og svo var ég að heyra í félaga mínum áðan, hann sagði bara, hann er heill en hann fær ekki að vera með og ég har eitthvað svipa í gangi með Jónas Lössel
þegar mótið hjá þeim byrjar á föstudaginn eftir viku, eða eftir 5 daga. Eitthvað súrnað. Það eitthvað í gangi. Og Midtjylland á svo mikið peninga, kannski geta þeir bara leiftunum að sitja einhverstaðar bara og gera ekki neitt, sko. En já, það var áhört að fylgjast með þessu. Ég ætla að fara út núna bara á eftir að rannsaka þetta mál. Ég veit ekki hvað í gangi þetta hjá honum. Þú voru að kíkja á þetta? Já, þetta mjög sérstætt því að ég held að væri bara alltaf að springa úr hamingju þarna eftir að hafa vorið svona óvænt dansku meistari. Það líka svo mikið, þú veist, að fara á staðinn fyrir þig. Já, vera á stað. Finna þetta. Beint frá bíl í skýrsla. Þýðir ekkert að ringja eitthvað og fá, þú veist, þú þarfst bara að vera þarna. Erum við svona powerranka með N1. N1 mæli með að fólk horfi á þáttinn N1 mótið. Við erum auðvitað öll að safna í vegabréfið góða og Arnar Sveinn Geirsson fer þar fremstur í flokki þegar kemur að safna í vegabréfið. Heldur betur. Hins vegar ætlum við að fá 5 leikmenn sem að Arnar Sveinn Geirsson þekktur sem einn harðasti tæklarinn í bestu deildinni þegar hann spilaði þar. Maður sem að var óhræddur við að strauja leikmenn niður. 5 leikmenn á EM sem hefði verið til að strauja niður, gult spjald, en leikmennur hefði verið lægi með hann. Já, viljum ekki með hann. Nei. 5 leikmenn sem að þú hefur verið strauja. Að því þú nefnir þetta, þá tækling, það er ógeðslega powerful tool í svona momentum-dóti, því þú trefnar momentumi. Að tækling getur breytt, bara ein góð tækling getur breytt momentumi mjög hratt. Stemmingstækling. Eða þú ert að bakka liðsfélag upp sem var tæklað rétt áður. Þú svarar, það getur bara svitsa momentuminu. Heldur betur. Leikmenn sem að þig langaði heldur betur og aðeins að skilja eftir smá fari. Já, það er alltaf bolti og aðeins með. Eða jafnvel bara stundum. Númer 5 er bara minn maður. Granit Xhaka. Ég væri bara til að finna hitan sem kemur frá honum eftir að ég myndi straujan. Ég held að hann geti alveg bröðist svolítið. Hann myndi líka hefna sín, sko. Já, pottet, sko. Og mér varst fátt skemmtilega en að vera í einhverjum svona bardaga inn á vellinum við einhvern einn gæja. Vera bara svolítið að vita að þegar ég fæ boltan og hann er nálsnir þá veit ég að ég er að fara að fá hann á mig. Það er geðveikt. Númer 4. Óþolandi gæi í liði sem að ég held með Kukureya. Mark Kukureya. Já, bara hann hefði bara svona straujað og alveg sama. Þú veist, með Xhaka ég hefði örgulega hjálpað honum upp og svona. Ég bara labbaði burtu. Kukureya labbaði burtu. Númer 3 er Bellingham. Jude Bellingham. Já, þú veist, þetta er bara bæða því að auðvitað bjóst maður bara við einhvern veginn meira af honum á þessu móti, en svo einhvern veginn bara þetta var svona líkamstjáning og svona fórnandi höndum og þetta er svona svolítið bara svona tæklan og bara hey, come on maður þú veist, aðeins að rífa sig í gang. Hann myndi væla mikið í dómarunum. Númer 2 er Pickford. Ég var til að taka svona late challenge á hann. Hann er að hreinsa og ég einhvern veginn sem bakverður er ég að hátt uppi. Ég tek late challenge í öklan á honum. Hann þarf ekki að fara út af en hann finnur fyrir svo óþolandi gæi. Númer 1 og það er bara þú veist, það er bara fyrir bara að geta sagt það og það er bara Cristiano Ronaldo. Bara hafa straujaðan. Bara hafa straujaðan og allir ég myndi ekki vera bara mjög lítill í mér eftir það og einhvern veginn að fara til hans og segja bara sorry örgulega og eitthvað svona. Taka á þig gult. Ég myndi alveg taka á mig gult til að segja tæklingu á Cristiano sko. Veistu hvað Cristiano Ronaldo segir við þig þegar þú liggur? Þegar ég ligg? Við leikmenn þegar ég liggja. Get up bitch. Það er þannig. Okay. Get up bitch. Það er hart og hann á það alveg að efna á því sko. Hann getur alveg gert það sko. Það er nákvæmlega sem hann segir við menn. En það væri geðveikt að eiga þessar 5 tæklingar á CV-inu. Þú átt að skilið. Það væri gaman að sjá þetta. Reynum að setja þetta upp. Það er mánudagur. Þeir eru í sumarfríi. Þá er oft fín matabúð og þau breytast út í partí. Þá vantar eitthvað til að narti eða södra eða hvernig sem það er, hvernig væri að stinga með nokkrum köldum þegar þú gerir heimilisinkaupin, heimkaup með Dóttorfútból og svo nýtur þér voltið hjá heimkaup. Förum aðeins til Þýskalands. Hefur ekki heyri Gunnar Birgissyni. Hann fór að út fyrir Dóttorfútból. Afmælisbarnið. Heyrum hvað Gunnar Birgisson hafði að segja, þetta eru 2 mínútur. Nei, þannig byrjar hann alveg frá byrjun.
Mjög smurt. Þetta mun ekki ganga upp því að hann stiltur þannig pattinn að ég kemst ekki tilbaka. Þannig að hann var hann úti fyrir doktorfútból í gær og hafði frá mörg að segja. Gunnar Birgisson sagði meðal annars frá því að Jude Bellingham hafi verið mjög erfiður. Hann var að fórna út höndum sem sagt mikið, hlaupa á hliðarlínuna og kvarta mikið og kveina. Var það ekki sérstaklega, sagði hann ekki að hann hefði sérstaklega gert það eftir að Nico Williams fær þarna færið? Já, hann sagði bara frá því að hann hefði verið mikið að svona fara og röfla í Southgate og röfla og tuða í öllum. Nú, hann sagði frá því að Rodri hefði verið mjög svona eins og aðstoðarþjálfari í seinni hálfleik. Já, maður sagði hann var að hafa sér fram á bekknum. Já. Herru, en þessi leikur í gær 2-1 sigur Spánar eins og allir vita af. Hvað sáuð þið í þessu? Mér skaman að sjá að bestaliði vann móti og allt það, en kannski ég veit ekki, þú veist, ef við bara byrjum á Englandi þú veist, mér finnst eins og bara Harry Kane, hann er búin að spila 2 leiki við tökum margar snertingar í teiknum, hann er búin að eiga þessum 2 leikjum, úrstaleikjum. Nei. Eina. Hann hlýtur bara að vera meiddur. Hann er meiddur. Það er bara getur ekki að verið. Það er komið ljós. Southgate sagði það núna í viðtalið til leikinn á ITV, hann sagði hann að hann hefði ekki komið í svona besta standi og hann orðaði það bara nákvæmlega þannig, þú veist, að fitnesslefin hans hefði ekki verið upp á þessu besta og sást líka bara, þeir tók hann sko, Ollie Watkins þurfti að gera akkurat ekki neitt nema bara pressa örlítið beira og þá var miklu meira presens fram á Englandi. Samt komst Ollie Watkins ekki í takt við leikinn eftir að koma inn á, þannig lagað. En þetta er bara hins vegar Harry Kane, þetta var bara í rauninni, því miður fyrir hann algjört bara, hann var hræðilegur í svona leik, það verður bara að segja það eins og er. Stundum hitti maður og við tölum það í áttalugustum að mögulega væri Þýskaland Spán úrslitaleikurinn í mótinu því að þetta væri búið að vera 2 bestu liðin. Það reyndist nú eiginlega bara að vera þannig. Spán verið að fara í gegnum 4 heimsmeistara í átt sinni að titlinum og vinna alla leiki. Reyndar 1 í 120 myndum, en restina bara á 90 myndum. 7 leikir í röð. Nú pæli bara sko að vinna bara 7 leikir í röð yfir höfuð, það er bara hrigalega gera það í svona móti og líka oftast það er bara nokkuð samfærandi. En ég er alveg sammálaður, eina liði sem hefði bara getað tekið á, það voru Þjóðverjarnir. Þjóðverjarnir, og þá lág á þeim að næja fráningunni. Algjörlega. Voru eiginlega bara betri. Spurning hvort að eða hefur annar manning Kai Havertz hvort þau klára þetta, ég veit það ekki. Já, góð pæling. En Spánverjarnir hlæja þessari pælingu. Sko Spánverjarnir aðeins, ég meina Jamal er auðvitað stjarnan, hann var betri 16 ára en 17 ára fannst mér. Þetta færi rauk fyrir því. Þessi uppbólsmaður minn í lífinu sem er pappans. Hann er eiginlega stór ástæða fyrir að hann er það. Því að pappans er frá Marokko og mammans er frá miðbögg Skínu. Já. Og pappin eftir að HM 2022 þá var hann bara, Jamal er að fara að spila fyrir Marokko. Það er bara ekki flókið. Og Spánverjarnir er bara svona, þetta er eiginlega generational talent sko. Við verðum bara einhvern veginn að negla. Að stoppa þetta. Já. Og þetta er svona flýtir öllu fyrir þeir fara svona að gefa hann meiri gaum og heldur betur réttlæti það sko. Já, sko með hann er runni í 8 liða undanúrslitum og úrslitaleiknum þá leggur hann eða skorur upp. Já, Lamine Yamal. Þannig að þú veist, hann er í runni að koma með endprodukt í einhvern einasta leiki þegar mest liggur undir sem er alltaf fáránlega vel gert. Svo er líka bara sko, þú veist, með gaurinn svo, þú veist í þessu liði, þetta er ungir og spennandi leikmenn svo ertu líka með svona ótrúlega mikla náttúrulega vinnara eins og Dani Carvajal, þú veist hockey-stóðsendingin hans í fyrsta markinu þetta er ekkert eðlilega vel gert hjá honum og náttúrulega svo Rodri og líka pæli, ef þið sagt við ykkur Rodri fyrir út af í hálfleik þú veist, maður hefði haldið að það myndi vera bara þetta getur bara rótök fyrir Spánverja en þeir voru bara, þeir mættu bara brjálar út í seinna hálfleikin og voru betri þannig að þetta var lýlegt. Það er ekkert að tala þetta neitt öðruvísi en bara þessi úrslitaleikur bara algjört feiljur hjá enska landsliðinu. Sérstaklega út frá hvernig þróast. Ég meina Rodri þeirra langbesti leikmaður, mikilvægasti leikmaður, fer út af í hálfleik. Valið leikmaður mótsins. Og þú veist, og bara, þú veist, einhvern veginn, bara allir fremstu hjá Englandi, hvort sem, þú veist, Kane, Foden, Bellingham, Saka, þú veist, allir slakir. Allir langt frá því að vera að gera eitthvað eða valda einhverju ógn þú veist, Declan Rice á miðjunni bara ekki góður heldur og þú veist, þetta bara þú veist, það sem virkaði var að fá Luke Shaw inn í liðið og maður spyr sig, hefði það ekki átt að gerast fyrr í þessu móti hefði ekki mögulega bara verið komin ennþá betri rytmi í það með því að hafa hann út í vinstra megin
frekar heldur en Trippier, eins og þeir voru að spila þannig að fyrir mér þetta bara algjört feiljur hjá enska liðinu að því að á endanum var þetta bara þannig að spænska liðið var bara miklu betra spænska liðið var bara betra fótboltalið það var hættulegur í öllum sínum aðgerðum það var líklegra til að skora það kom eina mómentið það var eftir að Foden skorar þá koma svona kannski 5 mínútur Foden? Palmer? Nei, Palmer, það koma kannski 5 mínútur þar sem að England eru svona maður finnur, það er svona eitthvað moment með þeim og auðvitað stúkan líka trillt og allt þetta stúkan heistist en það voru svona 5 mínútur svo bara tóku spátna aftur ef við skoðum bara aðeins hvaðan þessi leikmenn er að koma hversu margir koma frá Baskalandi og þú veist, hetjurnar tvær eru báðar þaðan auðvitað ótrúlega saga Nico Williams bróður hans hinn Williams bróðurinn hvað heitir hann á því? Ég ætla bara það er búið að mikið að gera núna hvað heitir eldri sem spilar með Ghana spilar fyrir Ghanverja hann að sjálfsögðu hinn Gíðu Inaki Williams hann fer að spila fyrir Ghana þessi spila fyrir Spán ótrúlegt þeirra saga er algjörlega mögnuð þetta er einmitt bara innflytjendur sem fara og er teknir bara fæðmið í Bilbao heldur betur og þetta er auðvitað núna verið að tala um það að sé að vera til Barcelona einmitt, það er bara segja sér líklega þeir þurfa að byrja að selja eitthvað eignir Barcelona til að geta fjármagna það er ekki bara eitthvað svona framtíðar sjónvarsrétti jú, það verður eitthvað svo leiðis en nei, svo náttúrulega líka bara eins og sem maður hefur ekkert endilega sé mikið eins og Lenu Marend í hafsendunum hjá þeim þú veist, Laporte náttúrulega bara þetta er risa dæmi fyrir hann þú veist, hann náttúrulega var bara svo hálfpartinn einhvern veginn búinn og sitt í fyrir Saudi einhvern veginn svona jú, það er eitthvað góðan séðil en hann fekk ekki einhvern risa múfi einhvern risa klubbi þannig að þetta er geggja fyrir hann markmaðurinn Unai Simón negli sig inn sem bara besti markmaður í heimi núna þú veist nú aðeins búin að tapa þanga æhörvar þannig að þetta er frábært og svo náttúrulega Morata þó hann svona það hefur kannski ekki átt sitt besta mót þannig lagað geggja fyrir hann að vera gauðin sem lifti svo titlinn og hann var bara leiðtogi inn á vellinum þú veist, en það er ekki og hann var miklu meiri varnamaður en heldur þetta nokkuð tíma sóknamaður hann var miklu, þú veist og eins og bara búið að fara yfir, 9 voru í vesenni og hann var þar engin undantekning þegar kemur að því að horfa það sem sóknamann Ég nenni ekki að ræða þetta enska lið, við erum búin að ræða það svo algjörlega í þaula maður koma 1 punkt það er sko, að því að það segir held ég alveg svo svolítið mikið enska liðið þeir eru með þá 7 leikmenn í efstu 7 sætunum yfir þá leikmenn á mótum sem hlaupu mest auðvitað hlaupa englendingarnir eða spánurarnir væntanlega mest og þeir fara í úrslitaleikinn og allt það, flestu leikinnir en það er samt þannig að það eru 7 leikmenn áður en það kemur spánuri Declan Rice sem hleypur mest í enska liðinu hann hleypur 17 km meira heldur en sá sem hleypur mest í spænska liðinu og það er oft talað svona pointless running í fótbolta það sem út að eyða orku ekki neitt af því að, og ástæðan fyrir að það gerist oft er þegar skipulega er ekki nógu gott það er að segja, þegar menn skilji ekki alveg hvernig þeir eiga að vera að hreyfa sig í skipuleginu sem þeir eru inn í þannig að þeir eru að taka oft mjög óþarfa hlaup og ég held að þessi statistík, hún sýnir það bara af því að það er enginn að segja með það að England hefði þurft að vera með 7 efstu leikmennina að hlaupa til þess að vinna þetta mót Ræðum þá bara fílinni í herbygginu, Declan Rice hvernig fannst hann í gær? Hann var lélegur í gær Var það red flag fyrir þér þegar að Pep Guardiola pulla út úr dýlum? Nei. Var það red flag? Nei, hann pullaði ekkert út hann vildi ekki overpaya? Já, hann fannst verðið verið orðið of hátt og bara hvað finnst þér í dag? Allt í góðu, mér finnst það alls ekki af því að berðu saman Declan Rice á Arsenal og hjá enska liðinu, þetta er bara tvent ólíkt þannig að þessi gaggrinni á Declan Rice ég auðvitað á gaggrinni hann alveg svo á gaggrinni alla leikmenn ekki flashback í bæinn viðurinn í svo enska liði en munurinn er sá að Declan Rice á Arsenal hann bara fær miklu meira frjálsræði það er mjög augljóst að hvernig leikurinn er settur upp í enska liðinu það hjálpa Declan Rice ekki neitt ég er hrifinn á Declan Rice en hann var ekki góður og ekki frekar bara ná mótin öllu skilur en það má segja það sama marga leikmenn Englands þá spyrir maður sig, voru allir einstaklingarnir inn á vellinum, voru þeir bara allir eiga off-mót það er hrikalega hæpið þannig að þá hlýtur maður að geta hort á það getur verið eitthvað annað sem er að koma í vekk fyrir það að leikmenn geti spila sem góða leik að leikmenn geti komið framistöðu sem þeir eru að gera með félagsleganum sínum þetta er bara Bellingham af hverju er ekki talað um það af hverju næra hann ekki einni góðri framistöðu allt mótið bara Foden spilar 650 mínútur í þessu móti
Borki Marknisson Já, og hann var stórkostlegur seinni hluta tíma Já, ég meina allir þessi gæjar Hvað haldið X í Englandi sé? Bara, svo við klárum þá Yfir allar þessi sjöleiki Allar sjöleiki Það er 8,45 Það er 6,52 Það er bara, held að sé 6,43 Og inn í því er ein vítaspinna Já, Harry Kane hefur núna tapað öllum 6 úrslaleikjum sem hann hefur farið í Það er að segja að reyndar er hérna Supercup í Þýskalandi hérna inni sem að hann fekk komin á í 2 mínútur eða eitthvað en já, þetta er leiðilegt en hann er að fara að vinna titil í vor þannig að hann getur andað rólegur það er að segja að Vincent Kompany Já, reyndar ég nú ekki alveg samfærum Ég var alltaf að fara að counta það með þetta Út með eitthvað snar bil að Leverkusen-lið þarna Sabi fór ekki neitt Þetta er alveg prótist sem gæti klikkað sko Sony, leikirnir eru teknir upp á Sony sjónvarp og Sony búnað Þá er best að vera með Sony sjónvarp Og Sony fæst í Origo Já, einu sem að bara taka við þessu beint frá bíli eins og Sony menn segja og það var valið alls konar í gær Rodri var den bestur Já, þetta er svona þetta er val einhvern veginn sko það er kannski enginn sem skaraði fram úr heilt yfir allt menn voru svolítið að skiptast á að góða framistöður gáði Lamine Yamal náttúrulega sko bestu ungi þá var svona einhvern veginn búið að klukka hann Já, þú er alveg getað valið nokkra hann í Þú geta valið Fabian Williams Þú geta valið Olmo Þess vegna Mér Olmo frábær í gær Já, þetta kemur náttúrulega svona inn í þetta en já, þetta er bara flott val sko Áhugavert þetta með hvernig markaðist að dæmið er núna Já áhugavert, það er bara fáránlegt Það er bara engin valinn markaðistur Það eru bara 6 leikmenn núna sem eru bara markaðistir af því að það er bara ekki farið í það er búið að hætta við þetta þú veist, þetta voru ekkert um að myndu spilar og einhvern veginn voru þetta stóðsendingar og eitthvað svona Ég meina, þetta er bara eins og myndi sleppa því að velja á milli liða sem enda með jafnmörg stig og færir ekki markatölu eða mörg skoru eða innbyrðis eða neitt Þetta er mjög skrítið Veljið bara eitthvað leið til þess að finna út hverju markaðistur og svo bara má fólki finnast sama hvað það hvort að stóðsendingar segi til að einhver eigi frekar markaðistur en einhver annar Það spila mínútur Já, eða það Þú veist, ég bara mjög sérstakt það séu 6 leikmenn að deila skónum Svo sammálaði hér með Rodri Já, ég er sammála með hann og en einn af kannski maður keppna er samt Luis de la Fuente þjálfari liðsins sem að stóð af sér mikla erfileika allt í hakki í spænska sambandinu með þetta Rubiales hérna dæmi Gavi meiðist og sem átt að vera þeirra mikilvægast í miðjumaður og svo Pedri meiðist líka í mótinu hann sá það sem enginn sá það er að segja í Lamine Yamal ég meina það var enginn að tala að Yamal er í einhverja aðal hlutverk í þessu móti sko Nei, og voru allir að tala það allir að Grimaldo myndi verið vinstabakurinn stundum dúkkar Kukureya þarna upp Hann býr til lið sem er með sko sem er með allt annan stæl en svona venjulegt spænslið það er ekki það pointless possession dæmi sem það er í hafðum svo sem ekki að tala pointless þegar þeir verða heimsmeistur og Evrópumeistur þarna 8-10 en horfðu á 2018 þegar þeir ná fyrst skipti líða klukka 1000 sendingar og þeir geru jafntefli en ég segja eitt þar horfðu á vítakernum út í Rússlandi það er svolítið munur að vera með markmann og ekki markmann sko það horfðu á hann aftur með þér hann treysti bíliðinu sínu bara eins og þegar maður spurur út í hérna ætlar ekki að færa Kukureya til hægri og spila þetta Alex Grimaldo vinstri eða setja Nacho eða hægri bakur eitthvað svona það sagði nei, ég tók Jesus Navas með til þess að vera backup hægri bakur og hann spila leikinn og hann sýnir það hann treystir þessum gaurum og þetta er líka bara ógeðslega sterk skilaboð inn í hópin veist, það er svo sterkt fyrir hópin að finna þetta veist, það er bara, við erum bara með ákveðin gildi og prinsipina það er bara, veist, hann er einna backup ég er ekkert að fara að færa eitthvað úr stöðu bara til þess að þeir eru að koma meðsli bara því bara Nei, menn hann tekur sig að Morata út af algjörlega og hver klára leikinn og vera þess að ball Já, hann er stóri sigurverðin í þessu öllu saman held ég og maður sem að fæstir okkar þekktu fyrir áðurinn að maður var bara að læra nafni hans Hjörvar þegar mótið var að byrja Gerum við allt saman upp með Kia Þið vitið hvert ég að fara ef við komum að tala 10 på 10 þá er það bara beint upp á ég sé alltaf upp á háls það er að hálsandi ég myndi skilja það og það er leynir leiðangað sem aðeins Kia klúburinn kann hún er góð
ferðað í gegnum spáðið þetta aðeins fyrir Kia-klúbbin mæti beintan aðrir geta skoða þetta á netinu á kia.is meðan við hinnir förum upp á háls og njótum okkar nýr og glæsilur FF3 drifkraftur nýrra tíma sem á heldur betur við Lamine Yamal ég spáði að velja lið hérna mótsins hjá Dr. Fútból ég spáði að velja bara allt spænska landsliðið fyrir utan því megi velja miðvörð í staðin fyrir Le Normand og sóknarmann í staðin fyrir Morata miðvörðin, mér varst þetta að vera hérna þið voru með þetta í stofunni í gerð Saliba var mjög góður það er ekki að líta fram í honum held ég Nei, ég held að einhver annar sem bankar það væri bara rembingur að segja ekki Saliba held ég annar miðvörður sem bankar? Já heldur betur og hvað með Kano náttúrulega Já hann var fínt líka en einhvern og hvernig voru þýsku miðverðinir Rudi, Jonathan Tah mjög langt frá því það var það helst John Stones hann var góður hann var þetta góður Stones var fín verðum við ekki að hafa einn einlík í þetta fyrst að það voru úrslagleikin við getum ekki sett Kane nei, Stones já frekar en Saliba jú, þeir fóru í Finland það bara þeir fóru einu leik lengra og Stones var góður heldur betur og hver er að vera frammið þá með þeim tveimur það helvits bara asmaður og ekki segja bara Cody Gakpo jú, þið voru með þetta er bara geima þar þó hann vilja spila vinstra megin ekki margir sem kom til greina gott pick bara þú varst með martraðarliðið Arnar Sveit Geirsson það er að segja Kia búðingana hverju voru Kia búðingarnir í þetta skiptið ég var skiptast á bara með þetta taka línu fyrir línu skal taka bara vörn og markmann Livakovic í marki minn maður sem alls ekki minn maður Sinchenko í vinstri bakverði Di Lorenzo í hægri og Mancini og Christensen í miðvörðum þetta er 4-3 það þriggja manna með það er Slobo Milinkovic Savic og John McGinn hvað sé Slobo? Sloboslæ hjá Ungverjalandi er hann kallað Slobo? já þeir púlarni gera það okay. en hérna Milinkovic Savic og John McGinn Gæðu þetta koma makkinnaranum hann skótar gátu ekkert nei, við gerum það ekki fremsti þrír er Vlahovic Lukaku og þinn maður Cristiano já Cristiano á heima í þessu liði og mér finnst þetta pínu hars með Lukaku ég var ekkert að hugsa þetta núna að hann ætti eiginlega ekki að vera þarna ég ætla að segja ykkur eitt bara ég treysti augarum mínu betur en nokkur í tækni í heiminum þetta er rángstað Sigurmark Spánar er rángstað ég sé það ég sé hvað táin á hann meir fyrir innan ég held þetta að vera 100% rángstað þegar ég horfði á þetta þessi bleiku skóri eða hvað þetta var þeir sína mér að þetta er rángstað en svo er nýjað og John Stones bara í annar einhvern veginn sko, ég var líka, ég sagði bara maður búin að þú veist, þakka að tenga svo fórnum svo bara herri hann er off, pottit, þegar myndin kom svo kemur hérna þrívita tæknin okkar sem við erum aðeins búin að tala er þetta treyst þessu svona 100 en ákveðu varst þú að fagna eitthvað hvað ákveðu heldur með Spáni? Nei, veistu það, ég fagnaði öllum mörgum ég horfði lengi, mér finnst það bara gaman ég var einhvern veginn, ég fagnaði þetta að minn maður skoraði Palmerinn sko, sem alltaf gali að það ekki byrjaði hann að leik, en það er eins og það er en já, þetta er, ég veit ekki mér fannst sko þetta og náttúrulega danska marki sem tekið var af mér finnst þetta bara einhvern veginn svo mikið too close to call einhvern veginn þannig að þú ert línuvörður þú veist, ef alltaf byrjuð, hann flaggaði ekki sko. Nei, þetta er bara samsíða já. Þannig að þú veist þetta var rosalega tæft þetta var mjög tæft ég held þetta var rángstæð ég byrjaði ekki að fagna því ég held mjög mikið með Spáni í þessum leik og ég byrjaði ekki að fagna fyrir en ég var alltaf að bíða eftir hvernig kemur staðfestingin það kemur alltaf eitthvað svona go confirmed eitthvað svona það bara kom ekkert mjög lengi og ég held þetta væri eitthvað svona instant dæmi en þeir eru nefnilega instant dæmi en þeir kannski bara voru búnir af því hann flaggaði ekki þannig að þetta var alltaf tíma þetta var bara alltaf mark og allir voru bara einhvern veginn að bíða en bíða ekki eftir einu gæti verið þetta var allavega í það allra tæpasta en ég ætla að það samt bara uppbyggingin í þeirri sókn geðveitt mark huggulegt mark stórlegt mark þetta betur ég ætla bara að fá að kveðja Ölsen eitt skipti fyrir allt Nógu Sirius verið með Dr. Fútból í þessu bara á fyrstu mínútu þá helst rjómankúlurnar heldur betur það er að fyllt Dr. Fútból í gegnum þetta mót fyrir duttinu okkur gott þar hvað margar einu í gær? Það er svo 4-5 í einu
meðan maður horfir á þetta kveðjum EM í Þýskalandi 2024 Þýskaland og þetta ekki sama land og var alls konar tótt sem að klikkaði þetta samgöngur í vesinni og erfitt að komast inn á völlin og annað slíkt. Hvar setjum við þetta mót? Svona, að við ættum að gefa þig einhvern. Það EM náttúrulega svo nýlega orðið svona stórt. Já, ég gefur svo alveg að háa einhvern sem móti. Það var margt skemmtilegt í þessu móti. Það vann álíka. Já, sko, mér finnst að byrja mjög vel. Byrja með látum svo. Svo er þetta út af þessu þriðasætistæmi, þá er síðasta umfyrir allt og taktísk. Já, það er einhvern veginn, mér varst það einhvern veginn lita reyðalega. Það er að breyta því. 32-lið. Við ráðum alveg við 32. Engi spurning. Það líka meira líkur á við fáum að vera með sem við fáum með því já, þetta betur og það þetta töframenn í íslenska landsliðinu fallegasta markið á mótinu það ekki bara Jamal? Jú, það var líka bara mikilvæg í því marki og með svona ykkar helsta upplifun á mótinu hvað var svona, var eitthvað eitt svona bara eitt moment það, þú veist, Bellingham ég ætla að vera að segja ég að vera í flugvél í perfect gæðum og sjá þetta mark og það er verið að setja rauðvín í glasi á mér allan tíman með Pepsi Max liðin á mér ég sagði, þetta er bara bestu sem ég lendi í þetta er allt sem ég hef dreymt síðan 1987 sko. Þú varst ég hef ekki hugsað neitt jafn mikið eins og hvenær fæ ég að horfa á leiki í beinni með henni í flugi ég mun þá í framtíðin, ef þetta er framtíðin þá mun ég stilla upp flugum þannig að setja boltan þú samt lendir á einhverju golden momenti nú var ég að fljúa daginn og netsambandi rofnaði 2-3 þú verður átt á því ég var með Birki Búlis, ég lagði hann farð þú nú bara að sofa fekk engin annar að vera með don't touch my bandwidth og Gregi Daniel Ólafsson hún langaði að sjá hann leik ég sagði, farið skjáin hann var bara að horfa bara mynd setti fíla lag á fyrir hann það brennur eitt að repeat á þáttinn fyrir hann don't touch my bandwidth og þetta það var ekkert sem toppar þetta ég get bara rétt ímda með það þú veist, þetta er bara svona þú varst eiginlega að vona að þú væri ekkert að fara að lenda þetta var eiginlega þannig og það er ekki oft í flugvél það sem einhvern veginn vonast eftir að vera ekki að fara að lenda Eitt momentinni viðbútt, það var þessar sturluðu síðustu myndur í leik Króatíu og Ítalíu þegar Modric klúra vítun og skora svo þeir eru að halda út og svo Ítalinir skoraðan í lokjunni það var geðveik, mér það svona eitt svona það var trillt moment ótrúlega óagaðir Króatar með það sem maður hefur vanist gönnuðu fram líka er klúru Albaníuleiknum líka og lóka sig út um ekki ég bara með þetta því ég var að sjá þetta bara núna XG hjá Króatíu í gegnum þessar reylkeppni 7 herra en England 7 lengjum og þeir spiluðu í bara reylana þeir voru eins og óagaði klaufar Þannig var eins og Jói hefði sagt eitthvað svona sem hann átti ekki segja það var að pípa á mig ég var að pípa á hann það var að sensora mig Fórum aðeins annað orkan í samfélaginu er mögnuð og orkan er beint frá náttúrunni hlaða bílinn þinn þá er það sjálfsögum appið góða frá orku náttúrunnar kvennalandsliðið spilaði á föstudaginn bara og einu 3-0 á móti Þýskalandi þetta var svolítið var þetta svona Georgia Portugal væpi yfir þessu voru ekki Þýskaland komnar áfram Þýskaland voru komnar áfram en þetta skiptir á máli varandi ranking að fá að vera í efsta styrkleikaflokki eða eitthvað ég pottet og ég held bara allir náttúrulega official leikir skipta alltaf máli upp á rankingin þannig að það er ekki eins og það hefur bara ekki verið að spila upp á neitt en auðvitað var íslenska liða að spila upp á meira heldur en Þýskaland það eru komnar á Ísland Já, með sigri, þá voru það að fara áfram jafntefli hefði ekki held ég alveg örugglega ekki skilaði þeim áfram af því að Austurríki vann Já, það hefði þurft að vera hagstæða úrslit þar en það hefur samt ennþá verið í öðru sætinu fyrir innan síðasta leik í riðlinum en þetta er bara eitt besti leikur sem íslenska liðið hefur spilað í langa tíma Ísland á leiðinni til Sviss bara gæðut að Sviss er staðurinn Sviss held auðvitað heimsmeistaramóti vitið hvenær Sviss held heimsmeistaramóti skal segja þetta þú varst 50? Nei 54 þegar að Þjóðverðin vinna þetta fyrst og er það ekki 54
Sko, þetta er nefnilega haldið á mjög svona fyndum stöðum eftir stríðið, það gæti ekki haldið þetta ég held að þeir voru með 54, Svíþjóð 58 og Síle 62 þannig að það var smá vesen í þessi Svíþjóð 58 kemni, það er mitt svo þetta er svo steikt einhvern veginn, þetta var það sem var bara ekkert neitt mjög mikið vesen í gangi. Nei, og hlutlaus lönd á mörguleiti. Já, ég er að menna það, sko. Sviss og Svíþjóð og allt þetta, sko. Það var ekki mikið verið að bomba þarna, sko. Nei. Þetta var glæsilegt á föstudaginn og var ekki bara skemmtilegur leiktími, það var svona eftir vinnu fyrst í. Jú, þetta var flott. Og það var skemmtilegt, sko, fjær stúkan og hún var bara tróðfull af stelpum á símamótinu. Já. Það var skemmtilegt, þeim var bara öllum shippað yfir bara geðveikt og bara í, þú veist, ég held bara meira að þetta bara hefur gert í rútum, sko. Já, það er bara frábært og það var bara tróðfullt og bara mikið læti í þeim og svona, þannig að það var bara, þetta var mjög skemmtilegt. Það held ég. Og gaman að þessu. Það var heldur betur stemning á Copa America-torginu fyrir utan Bíkó í nótt. Jói var það ekki. Copa America-torgið hefði að sjálfsög átt að verða að veruleika. Við gerum þetta næst. Bíkó og Dr. Fútbolminni á einingarhúsin góðu hjá Bíkó og breytinn og allur sápakki. Úrslitaleikurinn fór fram í nótt þar sem að Argentínumenn lögðu Kólumbíuvalli 1-0 í afar áhugaverðum leik. Við séð ótrúlegar myndir frá Bandaríkjónum þegar að stuðningsmenn Kólumbíu reyna að lauma sér inn á völlin, miðalausir og allir röltuð einhvern veginn inn þetta án miða. Já, þetta er náttúrulega bara galið. Ég var að horfa á þetta í gær og sko, þú veist, girðingarnar þarna, þetta er bara eins og okkur bóndabíli, skiljum við mig. Já. Þú veist, það var bara hægt að bara hoppa yfir þetta og það var bara svona, því bara farið á vídeo og séð þetta á X-inu bara, það er bara verið að menn voru bara komið í röðum og það var ekki eins og neitt gæslufólk bara í sko nándarfjarlægð. Svo náttúrulega þeir reyna að koma inn hliðina þá náttúrulega reyna þeir að svona rössa í gegn svo var bara krakkar og bara meiða sér þarna og þetta var hræðilegt líka að leiknum fresta 75 mínútur alltaf var að fresta honum meira og meira svo náttúrulega föttuðu þeir settu ykkur leiktíma á þá áttu liðin eftir að hita upp þannig að þetta var alveg bara svona ég veit ekki, Amerikanin, það eru World Cupin eftir 2 ár, HM eins gott að menn séu búin að girða sig eitthvað í brók vegna þess að það hefur sko ýmislegt gengi á þarna Copa America sem menn eru ekki ánægði með en það er oft er gott bara að skýta vel á sig og fá bara yellow og bara vita, herru, við þurfum að gera allt nema það sem við gerum núna. Já, og líka það talaðum sko, þú veist að æfingavelli liðana hefur verið hræðilegir, Ekvador voru alveg bara víst með eitthvað skelvilegar aðstæður og svona, en allavega, þú veist, þetta var ekki bara Spotton sem að Bielsa hann lét menn heyra þarna, ég held að það er bara mikið til síns máls. Það verður þannig að það verður nú byggður nýr völlur þetta í Miami, það segja Miami Freedom Park en þarna var spilað á Hard Rock vellurum þar sem að er ekki The Dolphins spila Jú, gott ef ekki Jú, þeir spila á þessum velli þannig að það verðist alltaf að vera í tómu tjóni að það hefum kannanum yfir þessu móti ég menna Marcelo Bielsa kvartaði sáran undan þessu úrslitaleikurinn sem slíkur Messi fer þarna út á eftir klukkutíma meiðist eftir að grasi á vellurum hafði eitthvað svikjaðan eða Jú, hann meiddist þeir nú sko tvisvar hann færa hann eitt gæi á sig og svona festist hann í vellurum þá var hann alveg off sko hágrátandi á bekknum en þessi leikur var tiltæða lítill það var mér veist að fengu eitt mjög gott færi Argentínumenn sem Kólumbíu markmaði varði mjög vel annars var þetta bara, þú veist, hann er að spila náttúrulega sama liði bara og vann háum Scaloni, þetta er bara sömu, þetta er McAllister þetta er Enzo, þetta er Rodrigo, þetta er Paul svo verðum með, þú veist, Alvarez og Messi fram í Lautaro Martínez kemur svona klárar leikin á bekknum. Sko við erum náttúrulega komin með Lautaro Martínez eiga frábæra Copa America og svona fór lítið fyrir við náttúrulega fer lítið fyrir honum með landsliðinu í langan tíma og verður auðvitað áhugavert fyrst mér að sjá hvað verður gert í heimsmeistaramóti auðvitað verður það í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó en í hinu fullkomna heimi færum við aftur til Katar bara nóvember og desember iljar okkur yfir hátíðarnar þú veist það var svo dásanlegt þetta var svo yndislegt Já, það var margt sem var mjög gott við þetta En sko núna erum við að horfa upp á það að Messi hann var svolítið svona í Bill Cartwright hlutverkinu hjá Chicago, þetta er hann svona wise old man en kemur lítið inn á völlin í dag Ronaldo orðin 39 ára Hvað ef hann komið lítið inn á völlin í dag? Nei, hann kom bara ekki út úr þessu hjá honum Þeir unnu ekki hann er í Bill Cartwright hlutverkinu ef hann ekki meðist þá hann bara klára leikin og klára framlíkinguna og skorað mjög líklega við veitum ekki það allavega, hann er bara í þessum göngutúr sínum í Flórida í dag allavega, svo ertu með Ronaldo sem er 39 ára og svo Kylian Mbappé
það ekki hægt að segja að Kylian Mbappé sé besti fótboltamaður í heim í dag, það bara ekki hægt. Við erum með Jude Bellingham sem að einhvern veginn að eignast nýja haters á hverjum degi núna, einhvern veginn fólk einhvern veginn fara að sjá í gegnum þann sumi kallar þetta leikþátt, ég ætla ekki að gera það. Hann var samt að vinna meistaradeildina sko. Já, ég meina, það var fullt að görum að vinna meistaradeildina, Nacho líka. Við erum að horfa á Erling Haaland sem aldrei á stórmótum. Getum við ekki bara sagt, alveg eins og einhver snillingur í Dóttar fútbolspjallinu spurðu daginn, Rodri, hættum að tala sem bestaðu sexun, en ekki bara besti leikmaður í heimi? Það ekki bara besti leikmaður í heimi? Hvaða leikmann mynduðu frekar vilja hafa í eitthvað lið? Engan, eins og þannig þetta. Það væri bara sá leikmann sem myndi velja. Þetta er alltaf spurningin, sko, hvað er þetta að meina þegar þú segir bestur? Skilurðu mig? Af því að þetta er alltaf að færa rök fyrir því að það sé einhver að spila núna á alþjóðasviðinu sem betri en Rodri í fótbolta. Skilurðu mig? En hann mikilvægasti leikmaður síns liðs bæði landsliði og félagslið? Pottþétt. Þannig að mér finnst þetta bara geðveikur punktur, ég held að væri að fara eitthvað allt annað og ég er mjög glaður að þetta bara fór í þess átt en ekki eitthvað annað. Lautaro Martínez var markaðist í leikmaður keppnar með 5 mörk. Þráttur að startingi þetta leiki og er svona fyndin hlutverki að það. Svo er það minn maður, næst markaðistur, Salomon Rondon. Hann kemst aldrei upp. Nei, hann er að mjólka. Já. Ég skal segja ykkur það. Ég ætla aðeins að fyrst við erum hér halda mér aðeins út í heimi áður við förum í bestu deildina. Krambúðin sér búðina góðu og Krambúðin auðvitað óskar íslensku Evrópuliðunum góðs gengis. Valsmenn auðvitað að fara að spila við Albanina. Svona, það eitt sem að búið að tala við Interpol og alls konar. Ég get alveg sagt að mínir menn í Albaníu eru búin að róast núna. Við erum mjög heitir og svo förum við hratt niður, Albanir. Og líka annað í þessu. Leikmenn, stuðningsmenn Albaníu, þú veist þegar gengur illa, þá hata þeir 2 hluti. Sína eigin leikmenn og dómaran. Þeir eru ekki að fara að sparka eitthvað í Sigur Egil Lárusson, sko. Það er ekki þannig. Nei. Og svo það sé á hreinu. Nei, og ég held að það sé það er 2 hluti sem þeir hata. Það er eigin leikmenn og það er dómari. Það er ekkert að flækja þetta. En það gekk nú samt alveg ímsöðna líka bara, þú veist, fólk er búið að sjá þetta allt í sjónvarpinu. Svo það sem gekk á í leikmannagöngunum. Hvað gerist? Ég meina, þú veist, það mættu þarna bara stjórnamenn og menn og vegum félagsins og voru að púlina hérna á aðra stjórnamenn. Hann tók þetta upp í Lolla á Börk. Hann tók hérna. Og Börk kallar ekki alltaf ömmu sína, sko. Þannig að þetta er ekki þægilegt að því sögðu, þessi leikur er aldrei færður. En hvað meinar með að Börkur kallar ekki alltaf ömmu sína? Ég veist, Börkur er bara grjótharður. Hvað gerir hann þá? Kom hann á tilbaka hérna? Ég held að Börkur bara ég held að hann bara látið tilkynna þetta til í raun ég held að hann hafi nú bara alveg hort á eftirlitsmann sem hann hliðin á sér þegar hann gerði þetta og sagði, þú veist, bara býtu Er þetta í lagi? Er þetta ok? En UEFA, þeir í rauninni horfa miklu frekar á þá og eru býtu, hver var þetta sem gerði þetta? Og tökum við hann til hliðar, skilju hvað meina. Þeir eru ekki að fara að refsa liðinu í heild sinni. Já, en sko, þannig er ég bara ekki alveg sammála. Ég held að þannig sé það bara, sko. Já, en sko, það er farið, sko, UEFA er með einhverja þvílíka reglur og þvílíka checklista sem þarf að fara yfir fyrir hvern einasta leik til þess að leikurinn sé löglegur. Það er farið hérna yfir læknatöskuna, það séu örugglega 20 íbúfen og það séu 20 parataps og það séu hérna 3 sprautur og það séu þetta og hitt og sjúkrabíllinn verður að vera 90 mínútur fyrir að leika, ef hann er komin 85 mínútum þá er það x í kladdan, þú veist, það er þessi checklisti. Ok, þú ert að fara eftir öllu því en svo kemur eitthvað svona upp og þú ætlar að segja nei, við þurfum ekki að refsa þessu, við tökum bara þessa einstaklinga út fyrir sviga og það er bara fáránlegt, af því að þó ég er alveg sammála. Ég held að leikmenn Vals sé ekki til neitt hættu í Albaníu. Ég held ekki. Þetta er samt mjög óþægilegt að þegar að þú lendir í svona þú veist, þér stendur ekkert alveg á sama, þú sitt alltaf inn að fara eitthvað til Albaníu og þú fyrir að treysta það að gæsla albanska liðsins sé að fara að venda þig. Það er óþægilegt. Þannig að þú ert búin að búa til svona, sá einhverju frægi skilurðu, þetta er óþægilegt. Já, að þú kemur inn og þú ert ekkert með þetta confidence sem mögulega þarft til þess að geta labbað hérna völlin, tala ekki um einhverjum 38-40 stæði hitta veist, þannig að fyrir mér þú ert í raun að segja þú mátt bara búlja því í gegnum envi með því að segja bara, heyrðu, þið megið halda heimaleikin. En ég meina sko hvað þarf þá að gerast til svo missir heima? Það hefur gengið á ýmsum eins og tyrknesku liðin og svona þegar bjóða með velkomin til helvítis og eru, þú veist, að halda vakandi fyrir utan hótelin bara hérna og það er öllum bröðum beitt. Já, það er bara allt annað.
heldur en þegar stjórnarmaður með passaðan hálsinn upp í lollastúku að segja við Börk ítrekkan að drepa Arnar fari ekki grein, já þetta bara partur af ástríðunni sem að sko, ég alltaf að býða til Baltic Cup þú veist hvað gentur í keppni, það minnst vók keppni sem til bara í riðilega keppni Albanía, Serbía Bosnia, Króatía og þetta bara einhvern veginn sko þetta verður svona afkon og styrum áhverju að tala afkon er ekki Copa America trúðamóti í ár hætti að tala eitthvað mínum í afkon ég hef búin að horfa 30 sekundur á afkon þegar þú lest alla íslensku þjóðan að horfa á það og það kom mesta red card tækling sem ég hef séð eftir 30 sekundur og hvað gerir dómarinn? Yellow hann vildi halda línunni og svo það gaurinn flautaði af til 75 minútur kannski ekki eftir alveg svo hittin fór eitthvað í líðan en ég meina Copa America er einhver betri við slum halda áfram leikurinn fer fram í Albaníu ég held að það sé nokkuð því miður auðvitað er þetta fáiðaskapur bara fárálega hegðun þetta er bara partur að því að fara í gegnum það kom ykkur að fréttir í dag held ég það sem að Gunnar Birgisson talar það er erfitt að fara áfram í Evrópu og það er Gunni það Gunnar segir það alltaf eru þið eitthvað búin að skoða þess að tilgreindu séreign það er að segja hvort þið skynst að alltaf 3,5% af iðgjaldinum fari í tilgreinda séreign ég er búin að bóka tíma og það er búin að taka mig algjörlega í gegn í þessu þú veist, ef þið höndli ekki lífeyrissjóðsmál á mannamáli ekki átalað Billa af því að hann fer yfir þetta bara á mannamáli en hann er samt líka alveg sko hann gerir þetta en svo er hann næs í lokin þannig að þetta er allt í góðu þetta er lífeyrissjóður Vestlunarmanna þeir mæla með því að þeir sem kannski komnir á hálfleikin svona fertuð fari í tilgreinda séreign skoðið þetta allt saman það var þessum degi árið 1994 þetta hljómar ekki merkilegt en Jack Walker eigandi Blackburn Rovers keypti Chris Sutton á 5 milljónum punda þetta var svona dagurinn þar sem allir segja peningarnir eru búin að eyðileggja boltan þetta er bara búið það kemur alltaf þetta væl sko og þannig var ekki fæna sem fair play eða neitt og það skildi engi bara hvernig Blackburn gáttu lappað út allt og keypti alla þessar leikmenn og þegar maður horfði tilbaka og skoða leikmennina sem þið voru að kaupa var þetta kannski einhverja rosalegustu nöfn í heimi en þarna fekk hann líka þessi 12.000 pund á viku sem að allir voru sammála að vera í tómkjaftæði hann bjóð til geggja liðarna þessi gæi unnu titilinn var Tim Sherwood var þarna og Gremlu Sós Arne Sherwood og Chris Sutton frammi þetta var geggja lið stál svona jöfur einhver Jack þóttu væntum svæðið sitt ég skora okkur að fara á Blackburn-völlin og svona rölt í kringum í Wood Park því að það þú sér hús þar sem að bara ef hús skildi kalla ekki marga fiskar á svæðinu svona sem að hafa síð tíman að tvenna farið í gegnum eitt og annað og ekki kannski bara ekki topp viðhald eins og Arnarsveit Gesson þekktu fyrir en förum í íslenskan fótbolta kjarnanfæði og Dóttor fútból þetta er náttúrulega algjör svona þetta var algjör kjarnafæðis slagur þetta var kjarnafæðis slagur má segja það vestri Káa Káa unnu 2-0 samfærandi Káamenn auðvitað með alltof gott og dýrt lið til þess að vera eitthvað í einhverju fallbaráttu þetta eru líka komnir út úr henni núna má segja komnir upp í 8. sæti ætli við hafa ekki verið pirraðar og hafa ekki fengið að taka þetta víti bara, þú komið mér hérna af stað, drengir Grímsessan bara, ok, ef þetta hefði verið skiluru, víti hefði komið á 93 og þeir verið í 2-0 stöður og vök fengið að taka það en Grímsess bara er rauninni vítaskipta liðsins og þetta bara 0-0 og allt Káa þarf bara þessi 3 stig þannig ég getur vel verið að hann hefði verið eitthvað pirraður en ég skil fullkomlega að Grímsess bara settur á punktinu en það klárar hann það víti vel þetta var glæsilegur sigur hjá Káamenn setna markið okkur sem líka smekklegt þegar hann fer svona sparka boltanum fram í honum og fer hinum með við hann það var svona hérna gamla trixið eitthvað neginn sko sér þetta ekki oft í dag ótrúlega skemmtilegu leikmaður Sævar Pétursson hlýtur að vera GM of the year þegar að hann sótti hann aftur í Víking gekk ekki til Hallgrími hjá Víking hann tók það var ekki 1 eða 2 ár sem hann tók hérna fyrir sunnan ég man við vorum í Val vorum að fá hann
En það vildi allir fá hann sko þegar hann fór í Víking. Já, ég segja, við buðum í hann sko á þeim tíma. Buðum í hann. En já, þetta hérna hann svona bara einhver stöðugasti gæin í þessari deild upp á að fá framlag sóknarlega. Það ekkert flóknar en það. Og bara hann tikkar bara þegar hann í þessari K3. Sumir leikmenn bara þannig. Sumir leikmenn þeir bara virka í einni treyju. Skilur hvað við? Þeir fara eitthvað og reyna eitthvað múf og eitthvað. Það bara gengur ekki, koma aftur tilbaka og það bara eitthvað tilfinning. Það bara eitthvað confidence sem bara fylgir því að hann bara klæðir þegar hann fer bara í K3. Það breytist bara eitthvað og auðvitað bara breytist liðið líka. Þannig að ég meina K bara búnir að rífa sig einhvern veginn upp úr bara þessum öldudal sem þeir voru í. Það ekki með 4 stig upp í efra playoffið. Hólfið. Þannig að og bikarúrslit, þannig að það bara helviti vel gert. Það sem að Sævar Pétursson gerði þetta á sínum tíma, hann leyfði leikmanni sem heitir Ævar Ingi Jóhannesson að fara í Stjörnuna og notaði peningin í að sækja Hallgrím. Það var svoleiðis. Tilbaka. Var þetta bara flétta? Þetta var bara flétta. Það gaman að menn taka gutt sitt fléttur. Já. Skynsalust. Af því að Valjúi hafði droppað mjög hratt á Grímsæðarna í Víkingu. Og vildi koma tilbaka vantarlega allt þetta? Já. Það var allir svona N1 snillíkurinn á Norðan sem kemur síðan í bæinn og bara við erum búin að sjá þetta milljón sko. Þeir eru heimakærir. Maður heyrir alltaf einhvern geggjum leikmanni fyrir Norðan svo mætir hann og hann bara, ok, frábært. Ég get alveg verið með sér þáttum þetta sko en húsingaður eru reyndar öflugri sko, svona oftast. En það þá bara eftir frí, sáþáttur. Já, eftir frí, lofa því. Það verður Dog Special 50. Það eftir frí. Herðu, K.A. fengu 8 gulspjöld í leiknum. Það heldis, það svona hefur verið þeir hafa verið að láta finna fyrir sér. Og Vestri 2 rauð, 1 á bekkin og 1 í leik. Var ekki Baldi eða eitthvað sem fekk hérna rauðaspjöldi, sparkaði frá sér. Ég ætla að auglýsa eitt leikmann hérna sem að ég vil að gjur og svo vel og fari frá K.A. Ásgeir Sigurgeirsson á ekkert að vera í þessu K.A.-lið lengur ef þeir hafa ekki áhuga að nota hann frá byrjun og sendi, sko, sækjan Skæin, náði hann. Það alveg lið sem geta notað F.A. náði hann. Notað Ásgeir, það ljóst. Það bara djók. Hann ekki alltaf eitthvað svona tæpur. Hann aldrei verið heilliðin okkur núna, sko. Það hann bara einhvern veginn situr þarna á bekknum hann á bara að koma sér þarna í burtu og það strax með næsta skipi. Já, viltu að hann fari sjóleiðina? Glug긴 opinn. Já, fyrir alltaf sjóleiðina. Brölda það. Fyrir alltaf sjóleiðina þangað. En hann á að koma sér í burtu. Ég tek alveg undir það. Ég meina, maður vill líka bara sjá hann spila meira. Já, hann er þeim aldrei. Hann á þeim aldrei en það var að spila. Fer leikir í kvöld F.A. AK og Fylkir Ía. Fróðlegt að sjá HK núna hvernig þeir mæta til leiks. Já. Ég menna eftir þessa raskellingu sem við fengu. Jú, ekki leifur líki í leikmanni. Þannig að já, ég meina, þú veist, ef þú mætir ekki þéttur tilbaka eftir 8-0 þá myndi ég hafa stórkostlegar áhyggjur. Já, það vantar ekkit upp á það að maður hafa smá ágjur að sko, það ekkit Nei, já það ekkit eitthvað það ekkit eins og maður sé eitthvað sali rólegur yfir þessu öllu saman. Ég segi nú bara sárt ert úr leikinn kæri sámur þegar maður horfa og hjörfa núna. Já, ég minn eini, þú veist, þetta var bara eins og það Já. Heyri, en ef ekki aðeins að kíkja á Lengjudeildina. Allir leikirnir í öllum deildum á Íslandi eru á Lengjunni og þar eru Fjölnismenn alltaf að koma sér betur og betur fyrir á toppnum. Þeir unnu, það að segja, fyrir helgina Leiknismenn á útivelli. Á föstudaginn tóku ÍR-ingar Grindvíkinga 3-0 afar samfannandi breiðildingarnir þarna. Heldur betur og eru bara að tilla sér þægilega í fjórðasettið. Já. Bara jafnir IBVF á stigum. Jafntefliskongarnir fyrir norðan, þeir eru ekki eins og jafntefliskongarnir í deildinni. Það er eitthvað með fleiri jafntefli. Það eru Keflingarnir. Það er allavega Dalvík Reynir með 0-0 jafntefli við Njarðvík og svo kannski óvæntustu tíðindin í þessu öllu saman. Afturhelding 0, Þór 3. Já, og bara sko 3-0 bara í hálfleik sko. Það voru 220 mínútur, 38. 3-0, svo gera afturhelding ekkert í seinni. Þetta er ótrúlegt. Þessi deild náttúrulega er mögnum. Það var sagt mann hérna Keflavík afturhelding og svo Þóra Akureyri, var ekki kannski plús kannski Fjölnir, það voru líklegust til að gera eitthvað þarna. Já. Þau eru öll bara í einhverju vesinni fyrir utan Fjölnir.
Þetta ótrúlega deild. Ótrúlega deild og Fjölnismenn konum með þægilegt eða svona fínt forskot þarna í efsta sæti. En svo þetta líka förulegt sko að afturhelding 3 stigum frá playoff sæti sko, 4 stigum frá fallsæti sko, þetta einhvern veginn þetta allt saman frekar förulegt. Haldið að við sjáum að hérna afturhelding var með svipa forskoti fyrra en svo ég held að kannski meira en Fjölnir núna. Já. Hvað haldið þetta út? Það ekkert kannski annan leið eins og Skæin var í fyrra. Það við samt sáum ekki þá á þeim tíma að Skæin að vera bara að líma einhverju sigra í röð sko. Nei, en það var samt einhvern veginn umræðan var þannig að þeir ættu bara malbygga yfir þessa deil Skæin. Svo lokum fóru þeir á rönni sem allir voru býð eftir og kláruðu þetta. Ég sé ekki það leið í fljótu bræði. Nei. Þannig að Fjölnir virðist vera gýr bara en er þetta ekki bara, erum við ekki bara að sjá að er ekki bara mikið þessu 4 lið í þessu play-offi? Skiljiði mig? Og mikið? Er það ekki pínu fáralegt að eins og núna spilum með þess að deilda áfram en þetta klárast og liðið sem í 5. sæti það kannski einhverjum 10-15 stigum eftir öðru sæti. Á hverju hermuðu ekki bara eftir var þetta ekki vestri eða? Var ekki vestri Vestur er 5. sæti? Já, þeir eru 5. sæti og voru langt og eftir. Mér finnst það gaman, sko. Já, en ég bara svona, þú veist, maður bara hvernig að þetta er lítil deild. En á hverju spilar ekki B-deildin bara eins og efstætti? Bara fyrir svo í Evróp eða playoff. Og bara 2 efstu upp. Já, ég meina, þú veist, það er kannski bara sængjarnast. Þú veist, ég finn alveg til með mósveillingum að ekki fara upp, sko. Já, og þetta hefur greinlega haft smá áhrif. Af því að þú veist, af því að hvort er erfiðara að halda út yfir heilt tímabil eða vinna 2 úrslitaleiki. Það er rétt. Og þannig að þú ert að gefa mér finnst þú bara vera að gefa liðið sen sem var ekkit endilega sérstakt yfir allt tímabili. Nei, algjörlega og ég meina samanskapi Champions-deildin í Englandi er hérna, þú veist, svipað. En það ertu samt með 20 lið. Já, algjörlega. Nei, með 22 lið, ekki? Í Champions-deildinni? 24. 24 Já, þetta er mjög stór 46. Þannig að það ertu með miklu starf hlutfall að liðið. Við slum fara yfir í enska boltan með flísabúðinni sem að hefur verið á toppnum síðan 1998 alla tegundir af flísum og parkettflísar meðan annars sem eru mjög vinsæl á sumarhúsin eða heilsáshúsin eins og Arnar Sveinn Geirsson kallar þetta og margir sem eru konir í parkettflísarnar líka í svona vinnurýmum bara nota þessi hús allt árið segir hann heyri, það er komið price reveal á Erling Haaland 15. Það er rosalegt. Ég er mjög ánægð með þetta price reveal í, þetta var ekki í bara real life. Þetta er ekki real life. Það var ekki klásúlan. Þetta er ekki klásúlan. Ég er mjög ánægð með ég er mjög ánægð með præsið hvað fantasy er búið að gera núna með verðið. Það er búið að gera þetta aðeins erfiðara og það gerir bara þennan leik miklu skemmtilegri. Það býr til fjölbreyttari lið. Þú veist, núna þarftu að hugsa hvort þú ætlar að hafa Haaland. Þetta er bara það stórt chunk af budgetinu. Já, hann var Ponsan sjálf, fantasy kongurinn á Íslandi. Hann talaði nú um það þetta hefði verið of auðvelt að koma fyrir bestu mönnum. Já, það var of auðvelt að vera með þetta svokallaða þrýmium í fyrra. Að vera með Trent, Sala, Haaland. Herru, já. Þrjá dýra góða. Kabvala miðvörður Manchester United að leiðin til Villarreal. Já, ég rána með þetta bara, þú veist, bara flott hjá þér en mátt alveg fara og þú til sölu. United hafa ekki verið góður í að selja leikmenn. Það er bara þessi seldur. bara vel gert. Ederson mætti aftur til æfinga í morgun og hefur verið að jafna sig eftir þetta hvað er þetta? Augtóft eitthvað. Allavega þá eru þeir að bjóða um eitthvað betri díl upp á 270.000 pund eða eitthvað áleika Ederson en Al-Ittihad er að bjóða um 900.000 og hann vil bara fá síðilin við sverja. Ég meina hvað ætlar að segja nei við 900.000? Ég meina Gaurinn er búin að vinna allt sem hættir að vinna þetta hjá City og er bara glaður brassi sko. Þannig að örgulega með heila þorpið í Brasilíu heima sem hann þarf að pæli eins og gengur og gerist en væri þetta eitthvað hræðilegt fyrir City? Meini, þú veist, þeir eru að finna þessu markmann Ortega. En ég meina hvað, þú með Ortega? Heldur hann geta ekki spila? Jú, en þeir taka alltaf toppmarkmann líka þeir taka Djúk Kosta Já, en þeir ólíklega þurfa að borga honum þegar markmann sem kemur 270.000 pund Getur líka bara að skoða að taka Una í Simon
En þið þyrftu alltaf að borga einhver alveg pening fyrir þá skilur mig, þú veist, upfront Já, kaupverð En það spurning hvað selja sig Ederson á En þetta er áhvert, en Ederson alltaf verið bara með stöðustu markmaður í heiminum Calafiori segir nei við Chelsea til að fara í Arsenal, segir Gianluca Di Marzio og það áhugavert Fulham þeir hljóta að fara að klára þetta Smith Rowe út, ég búin að segja frá þessu núna í svona 7 þáttum í röð, nú bara komið tími til að íta á bara já við þann díl Accept Það hlýti ekki Fínt að sjá þann gæja að fara að spila ykkur fótbolta Já Ekki? Jú, bara, þú veist, manni þykir bara vænt hann Fýll leikmaður Já, hann það nefnilega og, þú veist, en bara, hann þarf bara eins og við sögum að hann bara þeim aldrei hann þarf að fara að spila Nottingham Forest að kaupa afsenda Fiorentina Nikola Milenkovic Nú eru auðvitað mikið verið að tala Dani Olmo Bayern nefnt mikið þar Manchester City Byrjar ekki þessi klásula sem hann með sem rennur út bara eftir eitthvað nokkra daga Jó, hann þetta líka búin að láta fólk vita af þessu það sé klásula Já, hann Olmo Ég vil koma sér eitthvað annað Já, ég minna, hann vil bara nýta momentum fá bara payday líka og move En þú veist, ég meina, auðvitað þetta bara, geggja mót og hérna, þú veist og þetta einhvern veginn, ég meina, þessi leikmaður bara drullu góður Já, hann samt ekki tölfræðan eins og Leipzig ekki eins og hann myndi kannski hugsa þegar maður að horfa með spænska landsliðinu Svo eru auðvitað, náttúrulega Nico Williams hvað var ekki verið að tala Barcelona, þeir þurfa að fyndi þessi hvað heitir hann, Tabeas, gæinn sem forseti spænsku deildarinnar hann var að segja, hann sagði fyrirbræði að þeir væri mögulega næstu komnir á þann stað að þeir gætu færið að bjóða í leikmann eins og Nico Williams pælið, alveg galið að hann sé að tjá sig þetta en þeir eru að róa öllum árum í að reyna að geta kift hann það er alltaf geðveitt að verið bara með hann og Lamine Yamal saman hann verið hart Mason Greenwood Lazio verið leiða kaplöpu hann en Juventus og Napoli er einnig að reyna Marseille dæmi off þá eða? Já, líklega, ég líka Borgarstjórinn í Marseille fór eitthvað rífa kjaft það kom eitthvað svona bull í gang það var Mason Greenwood það vildi ekki fá hann eitthvað svo leis Sátilið Al-Qadsiya er að reyna að kaupa Pierre-Emerick Aubameyang eftir að hafa sótt Nacho nú það bara Aubameyang að ákveða Ába er gæi sem ég alltaf séð enda í Sáti-dæminu það er alveg, hann er einn af þeim sem nelt hangað þessi Jadon Philogene sem að skora þetta ótrúlega markmunið ekki eftir með Hull í vetur mark sem að skoraði fyrir Hull og tala að Barcelona verður að fara að taka hann er reyndur á leiðinni í Aston Villa sem er líka geðvitt múfsamt fyrir hann Aston Villa kláraði náttúrulega Onana merkina það er vel gert Amadou Onana mér finnst Onana flottur og bara kemur hann í stæðin fyrir Douglas Lewis Já, en það voru margir í Everton sem ríplaði þetta bara gangiði vel en þú spilaði 2 góða leikið hérna sounds like sour grapes to me Já, en þeir bara, þú veist ég muni eftir bara góðum leikjum hjá Onana með Everton ég man nú að hann lappaði bara einu sinni í mína minni Chelsea hérna á síðasta vetur ekkert eitthvað stendur ekkert upp úr Nei, það er ekkert ógleymanlegt stöf þarna Nei Já, annars er þetta svona, er þið með eitthvað fleiri transferfréttir AS Roma eru búin að ákveða að taka Matti Ryan gammal markvörð Brighton og Arsenal djúvillig það random Já Matti Ryan, ég held að hann verið bara hættur það er hörkum Flottu keeper Arsenal Svona segi ég það Flottu keeper Hvað með Ramstil, hvað er hann? Nú, Ramstil, hvað er hann? Sko, er eitthvað að tala um að þessi Mamarta Svíles ég geti verið að fara eitthvað Stóri, Georgi keeperinn Jón og von og mínum myndum bara að fara að sækja hann það er ekkert að frétta þar Þannig já Svo er Alberto Moreno er mættur í Monza Como Pepe Reina er mættur Como Varane er að fara og Varane, já Fabregas er að safna í lið Sesk Þeir eru gamlir kallar sem hann er að safna saman í fótboltalið Er Sesk ennþá aðstofþjálfari? Já, það er að klára ykkur réttind hann er aðstofþjálfari skráð ég er að meina það sko er hann ennþá skráður? Já, hann lítur að fara að bú með þessa gráðu kallin ekki nema að sé bara lélugur á bókina Manchester United og Lille hafa náð saman Lenny Joro miðvörð sem er sagður generational talent en hann vill Real
segja gárungarnir. Já, Arnar Sveit vill líka Jennifer Lopez sko. Já, hann fær ekki Real sennast. Nei, en þið skiljið hvert þið að fara. J-Lo nú komin að laust. Það svoleiðis. Svo segir sagan. Maður í 56 ára. Já, þetta betur í möguleika. 56. Aldrei bara að tala. Nei. Við erum bara að slá að leta strengi hér. Já. En annars þetta bara, eins og ég segi, þetta Nú farið þessi æfingarleikir að byrja á svona. Ekki æfingarleikur í Jónandi í kvöld? Jú, það í dag á móti Rosenborg. Það allir list. Á Lerkendala? Ég ætlaði að sé ekki þar. Ég bara pældi ekki eins og í því hvað þessi leikur væri. Enda kannski skiptir það engu máli. Ég búin að gefa grænt ljós á neyða já og sjálfsögðu með Icewear. Svo endum við þetta á vinnurum og lúsurum helgarinnar. Icewear, opinber clothing partner þjóðatíðar í Vestmannaeyjum. Daniel Örn Eyþórsson með frábæra spurningu að byrja. Var þetta skrítnasti uppbótartími í sögu fótboltans? Ég held að það myndi koma ég skil ekki að hvernig Nacho gat leiði þarna heilengi og Kukureya gat leiði þarna heilengi og svo bara var engu bætt við. Nei. Skiptir þetta einhver máli? Þetta bara kjaftaði. Við vorum að fara einhvern Katar móti þess að var 8-9 mínútur. En skiptir þetta einhver máli? Auðvitað, hvernig voru mörkin skoruð í Katar? Var það ekki allt í svo? En Hjörvar, þú veist að UEFA tók ekki upp þessar uppbótartímastefnu. Þetta var ekki svona í meistaradeildinni og þeir tóku þetta ekki upp á Evrópumótinu. Þannig að þetta var alltaf svona settler uppbótartími. Að því sögðu, mér fannst það að vera allavega svona 1,5 mínúti viðbót þegar við 90 sekúndur. Já, ég bara segja að það hefði ekkert skipt neina máli. Þú veist ekki um það? Jú, ég veit alltaf. Annar Bellingham hjólari. Við það rættum ekki, þeir fengu eitt færi en í lokin. Declan Rice. Skallinn. Já, skallinn. Þeir Olmo vera Olmo. Þetta er náttúrulega fáránlegt. Það var náttúrulega eitt moment mótis líka. Jesus. Það var rosalegt. En það er engu breytt. Með eitthvað 1,5 mínúti við skiptir engu máli sem leikur. Man veist ekki eitt hot eitthvað, skilur við. Atli Ásbjörnsson spyr, eru Chelsea í raun sigurvegarans úrslitaleiks? Cole Palmer með mark og Kukureya með game winning assist? Nei, bara alls ekki. Klart mál, þetta eru menn sem bara ég segi, Cole Palmer, það er gala hann hefði ekki spilað meira á þessu móti. Þú veist, hann er með mark og stóðsetningu á 150 mínútum. Ég sammála því, en hann er ekki vinner mótsins. Palmer? Nei, hvernig var spurningin orðið? Hvort þessi sigurvegar mótsins? Já, Kukureya sigurvegar mótsins. Djúvis tók hann og jarðaði Gary Neville, sáu þið það? Kukureya. Hann er vist mjög léttur á Kukureya. Já, skemmtilegur. Gary Neville sagði að það getur ekki unni mótið út á honum. Að þakka honum fyrir kvartningunum. Er vandamál enska landsliðsins kannski testaleysi og þar að leiðandi auðleystu vandamál? Bara testa bústurinn, Svavar græjar þetta fyrir næsta. Frábær punktur. Ég ætla bara að segja já. Laporte besti varnarmaður mótsins, N1 leikmaður nú Sáti sem blómstraði. Er þetta fyrst og síðast sigur fyrir Sáti-deildina þetta EM-mót eða hvað? Spyr okkar eigin maður. Er þetta Bondar? Byrju Bondar að var á svæðinu í gær? Já, sjálfsögðu. Bondar missir ekki úrslaleik á alþjóðasviðinu. Það er bara prinsip. Ég meina svarið já, Laporte var besti varnarmaður eða miðverði mótsins. Nú vinnur Carvajal Ballon d'Or í ár. Hann vinnur ekki Ballon d'Or en hann má vera á Unnið þegar það var ógeðslega að fyndi það var eitthvað að tala um Jorginho geti unnið 2021. Það var alveg gott stöf. Það var eftir það að Chelsea vann Champa og þeir tóku hann á Euro. Það var gott stöf. Það voru nú að biðja hann afsökunar á þessari sölu þegar þú hendir í Ég ætla ekki að biðja afsökunar einu varandi það Chelsea selur leikmenn sko. Ég er bara ánægð með Jorginho. Svarti Pétur. Hann er flottur. Flott að fá hann inn og geggjaður í hóp held ég. Hann er góður í hóp. En nei ég man þetta ekki hvað spurningi var en ég held að svarið hafi verið nei. Já, svarið hefur ábyggilega bara verið nei við þessu. Við ætlum að enda þetta á hjá okkarmönnum í Einari á þar sem að þín tækifæri eru þeim hvatning til að gera enn betur saman hvort það sé EM eða ekki þá er Einari á alltaf að reyna að gera betur í dag en í gær og nú eru margir að væntanlega leggja þakdúka því að veðrið er heldur betur í það. Já. Og ég hef búin að vera sendur í frí og ég er náttúrulega létt ofvirkur eins og við segjum þannig að það kemur ekki óvart að ég myndi skipta um þakdúk heima tek upp þakið, legg nýjan dúk gerir þetta svona annað hvert ár og dunda mig við þetta Já. Og þú
Þú skiptir þakdúk annað hvert ár. Já, svona að gera, já sko, ég náttúrulega hef aldrei áður farið í sumarfrí. Nei. Þú sendir mig í sumarfrí, en ég veit ekki hvað ég gerir. Ég hef komið þakdúk heima og hérna komið nýtt rakavarnarlag. Ég held þetta á að duði svona 20 ár en allt í góðu. Allt í góðu, allir varin góður. Heldur betur, eru vinnir og lúsir helgarinn, ég held að eitt vinnir hljótu að vera Donald Trump sem að ég var með hann eftir hann á blaði. Hugsa ykkur, það var einhver maður sem að bent upp á bara, heyrðu, það var bara nokkrir. Það var bara nokkrir aðilar sem voru löngu búin að sjá að það væri maður með riffil upp á þaki. Já, þau horfðu á hann klifra upp á þakið með riffil á bakinu. Já, og skríða þar. Já. Og svo náttúrulega virðist vera á þessum vídeóum líka sem er að koma, þú veist að þessi sérsveitamenn sem eru þarna á hinu þakinu, þeir virðast vera löngu búin að spotta. Ég sá Tucker Carlson sem er vinsæðast í fjölmiðlamaður Bandaríkjanna. Hann sagði frá því að þegar það var búið dæman hann daginn, hann sagði fyrst tókst ekki stöðun hann og reynaði næsta að drepa. Og hann bara margir búin að tala þetta. Já, og þannig að þetta er með ólíkindum. Það er bara því að hann lítur akkurat aðeins til hliðar að hann er bara ekki dauður. Og þessar náttúrulega myndirnar sem hafa komið af þessum viðburði náttúrulega eru bara, þær munu vera algjörlega ódauðlegar sko. Þessar myndir sko. En já, þetta var ótrúlegur atburður hana. Já, þannig að það er margt í þessu. Hann er vinnur. Hann er klárlega vinnur. Erum við fleiri? Ég meina Alcaraz er vinnur. Ég ætla bara að segja spátt sem þjóð. Spátt sem þjóð. Ég meina spátt og Alcaraz þessa helgina. Já, Carlos Alcaraz, ég meina sko það sem var þetta var, við rættum aðeins sko, Novak, þessi meiðsli, þessi aðgerð sem hann var í, þetta var ekki Novak Djokovic, hann líka fekk þægilega leið að þessum úrslitaleik sko. En ég er alveg sammála því, auðvitað hefur það spilað inn í. Það er samt verður líka bara að segja hann var bara betri. Og Djokovic sagði það bara í viðtali eftir leik, hann sagði bara ég átti engin svör við leiknum hans Alcaraz og hann sagði hann er að spila og hann var að spila á einhverju öðru leveli heldur en hraðin í uppgjónum hjá hann til mis. Djokovic sagði bara ég vissi ekki hann ætti hennan hraða til sko. Þetta var, hann var bara betri. Nú minn maður Andrew Gilding í pílukastinu gerði sér lítið fyrir og tók Peter Wright út. Andrew Gilding er ógeðislega fyndin í útliti og það er ekki annað hægt en að halda með honum. Ég er mikill aðdáðandi og hvernig mætir Luke Littler, er hann að mæta í Luke Littler mætir Michael van Gerwen í fyrstu umferð? Nei. Jú. Það er bara hægt. Hann er ekki sýtaður hann Luke Littler? Já. Er hann ekki með, nógu mikið einhvern veginn akkurum? Hvenær er þessi bardagi? Ánægum við að kalla þetta bardaga. Bíddu. Ég bara, þetta er á Viaplay annarkvort í kvöld eða þá á morgun. Þetta er fáránlegt. Hvenær er þessi bardagi? Ég var að koma að segja tíminn nemur staðar en aðeins stund. Já, það verður að vera þannig. Ég ætti núna vel við. Nú reynir á flugvélina. Ég er að fara í flugvélina eftir. Það er bara eftir. Já, og er það í kvöld? Þessi bardagi er í kvöld, þannig að það væri eitthvað annað ef ég gæti horft á þetta. Nóta maður ekki innvíi frekar en bardagi. Þetta er bardagi. Þeir eru að láta hvort annan heyra. Veistu hvað einn gæi var alltaf að gera á sviðinu sem að er náttúrulega eitthvað mest í viðbyggu sem getur hann var alltaf reikandi við þannig bara var bara ólíft sko. Það er ekki reglur til þetta er rosalegt. Það er next level og var bara með Apollo-lakri sinn fyrir svo dæla því í sig rúsinunum og svo bara gasandi bara menga bara. Ég meina ímyndaði samt, þú veist, það er einhverjum svona massífu fókusdæmi eitthvað svona bara og það er bara hróttalega lykt í smettina þér og hýmaður, svakalegt. Hann var klárlega vinnur De La Fuente. Já, og náttúrulega bara margir í þessu spænska liði. En maður tekur hann svona út fyrir sviga sko. Já, ég ætla líka að taka Carvajal út fyrir sviga að vera klára þessa og náttúrulega Rodri vinna maður mótsins klárt. Svo eitt vinnur í viðbót Katrín Prinsessa. Já, hún var mætti aftur. Falleg innkoma þarna á Wimbledon fínalinn. Standing ovation. Ég ætla líka að fá að velja Robert Westman vinnir hann var mættur á Wimbledon úrslitaleiki. Þetta er held ég dýrasti miði í sögu íþrótta. Ódýrasti miðin var $10,000. Það var ódýrasti miðin. 10K. Þannig að hann er svo sannlega einn af vinnurunum þetta skiptið.
lúsir að þeir bara vilt að fara í danska lið og, veist, en svona kannski efst á blaði þar Bellingham og Kane, já myndi ég segja lúsir, ég ætla að setja hérna Gareth Southgate líka, hann þú veist, ég finn alveg til með hann með sko 5 miljón pund á ári, hann langlaunahæst í landsliðsþjálfarinn, að ég held kannski mann sín í Saudi eða eitthvað með meira Örugglega. En hann hefur nóg af peningum hann. Nei, og þetta er alveg rétt eins og Hildar Ríó Ferdinand hafi sagt þetta að England með besta hópin en ekki besta liðið og hún tókst ekki að þú veist breyta þessum geggjaða hópi í almennilegt lið sem bara funkeraði frábærlega allt móti, ég meina þetta er alveg þú fær allan í úrslitaleikin, þú veist betur maður duga skal, þú veist maður horfa á allt og stóra leikmenn gera akkurat ekki neitt. Ég meina spæði þeir fara í úrslitaleikin og eru ekki góðir, það segir nú bara allt. Svo hún hérna Bianca Sensori, kærasta Kanye West, henni var ekki leyft inn á veitingastaði. Þetta skemmtilega þessi nýja bikini tíska, þetta ekki eitthvað sem að koma skal, Arnar Sveinn Geirsson? Þetta léttlægt. Já, þetta er hérna þetta áhugavert. Þessi kona klæði sem alltaf bara yfirleitt í eða ekki neitt. Þetta skemmtilegt og Kanye West þetta áhugaverður listamaður og svona í skemmtilegri kantinum. Já, það er alltaf gaman að vera með svona fígurur. Já. Í þessu öllu saman. Það verður að vera. Hann er skemmtilegur. Það verður að vera einhver sem vera ekki bara alltaf eins og næsti maður. Það einhver sem aðeins að íta í menn og íta í norminn og þessi meðmyndalegri. Já, og bara umdeldur og allt það skilur. En þetta væri hundlegilegt og allir væri alltaf bara eins og enginn þóra að segja neitt. Vissulega. Svo bara að lokum sorgarfréttir fyrir okkur aðdáendur Beverly Hills þáttanum því að Shannon Doherty, hún dáin. Aðeins 53 ára gömul sem leik Brendu í þáttunum 90210 eins sem kom frétt á DFF þar sem sagt var frá systkinum slást í Breiðholti því að sko 95 eða eitthvað áleika þá byrja meistaradildin og þarna var verið að berjast festiringuna og lögreglan var að kölla á því að Beverly Hills var alltaf á miðvikudaskvöldum og Champions líka á sama tíma Hemmi Gunn og Logi Ólafs að lýsa Back in the days. Já, þeir nú reynda meira í ítalska boltanum. Þeir voru meistaradeildinni það byrja með líka. Eitthvað aðeins en 4 tíma fótboltaveisla, sagði auglýsingin. Já, en það var þannig að þá horfði maður bara seinnileikin sko á teipi. Það var alltaf seinnileikin og alltaf bara ekki beinni. Já, bara eftir á. Horfður á debate. Horfður bara á debate. Árans krabbin sem tók hana. Herðu, bara í frí með þessi. Já, beint í frí. Gekkja að vera. Ég veit að Málkett alltaf líka hafa sambandið þig. Já, hann ætla að ráða þessi mannustjóra. Hann var búin að heyra af þessu, hversu vel þetta hefði gengið. Já. Við þurfum að skoða það. Hann heyrir í mér. Þú getur kannski verið svona eins og hann Billy með lífeyrissjóðun. Þú getur tekið og bara tekið menn bara algjörlega fyrir. Farið svolítið mannusmálin á mannamáli. Ég að spáði að fara í þessar nándarþjálfun. Það var eitthvað á MBL helgina. Einhver kona sem eitthvað nándarþjálfari. Hvað nýtt? Hvað þýðir það? Ég veit ekki hvað þýðir bara spennandi konsept. Hljómar. Skortir þig nándfjörvar? Já, bara mjög mikið og ég ætla bara að fara í nándarþjálfun. Já. Ég veit ekki hvað það gerir. Ég veit ekki í það smellinin bara að segja það er búið að finna eitthvað nýtt jobb. Já. Það er samt svo geðvægt eitthvað nándarþjálfari. Já, þetta var eitthvað nándarþjálfun. Þetta var mjög áhugavert. Það er alltaf eitthvað í þessu. Það er nóg að tækifæri mann úti. Já. Þú ætti bara að finna þig. Bara að finna þig og ég er búin að finna mitt. Tóta fútból. Mætir ekki afturringað í Túbor 10 fyrir en mánudaginn 29. júlí. Þannig að Tóta fútból fer í við ætlum að gefa þessu frí einhverja 5 þætti. Það sem að Tóta fútból fer núna og hleður batterín. Þessi mánur er búin að vera hálfgerð hörmung því að Tóta fútból er búin að dreifast í bakinn í heila mánuð. Fyrsta skipt á ævin sem ég verið slæmur í bakinu kemur bara ljósa ég er bara með stærsta brjóskloss sem íslenska þjóðin hefur séð. Nei, ok. Þetta er alveg Þetta er aggressíft. Þú getur nú sótt þekkinguna hérna í Arnar Svein sem þekkir þessu Jú, heldur betur og hvað er leiðilega en að fara að ræða þetta ég ætla ekki að drepa út með leiðendum og því hvað er leiðilegt en takk fyrir mig og við sjáumst aftur frísk eftir fríð góða Dóttarfútból mætir feskuð tilbaka minni á að Arnar Sveinn Geirsson verður upp í teygja alla virka daga á meðan
ef fólk vil ræða boltan, bara banka upp á ekki spurning, alltaf heita könnin fínt að tappa þannig af hérna í fútbollumræðunni já, og tegja fyrir klúbin, takk fyrir mig